Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, heyrðu, nú ætlum við að ræða strákan okkar eða drengin okkar. Á hverju drengjunum gengur illa í skóla, falla frá námi. Hvað eiginlega að? Eitthvað að skólanum okkar eða eitthvað að drengjunum okkar? Hingað kominn Ragnar Þór Pétursson kennari. Sæll. Ef við ekki bara byrja á því, þú veist hvort þetta fellur ekki saman, drengirnir og skólinn, og þá er eitthvað að drengjunum? Já, það er dálítið þessi mýta einhvern veginn uppi að skólinn hafi einhvern tímann í fyrndinni passa drengjum ákvarða vel. Ég er nú efins hana. Ég kynnt með sögu skólamála það vel að ég veit að skólinn kemst kannski ekki lengur upp með að þvo hendur sínar af drengjum sem ekki þrífast í skóla. Áður fyrr var það bara, og það er ekkert svo langt síðan, að það var bara talið eðlilegasti hlutur að 15-16 ára drengur sem væri ekki að ganga vel í skóla að hann færi bara út í vinnu, út í atvinnulífið og hérna. En nú eða sendur ykkur norður í land til góðhjartast prest sem átt að koma nú til manns. Já, og nú kannski það sem einkennir skólan núna er að eftir frá svona rétt fyrir aldamót þá er tekin þessi ákvörðun að skólinn sé fyrir öll börn upp að 18 ára, nánast upp 18. Og hérna, og það hefur bara kallað á það að skólinn hérna tekst á við alls konar hluti sem hann þvoði hendur sínar af áður, voru kannski þá samfélagsleg vandamál eða samfélagslegar áskoranir, en eru núna skóla áskoranir. Það er síðan ekkert launagamál að drengjum þeir eru að mælast illa á hefðbundnum lestrarprófum. Það er máltakan, þessi flutningu tungumálsins á milli kynslóða, hann er að ganga illa með drengi og það mælist alveg eins og í PISA-prófum og svona. En svo eru til aðrar rannsóknir eins og til dæmis velferðar-PISA-könnunin sem að til dæmis Singapúr og fleiri þjóðir sem að hafa verið svona framalega eru í stöðugt auknum mæli að horfa til. Og ég hef nú sterkan grun þar að þar mælist hlutirnir aðeins betur. Það íslenska samhengi sé skárra heldur en mjög víðan. Skólafólk hefur verið að segja okkur þetta að krökkunum á Íslandi líður betur í skólanum en annars staðar. Þeir bara læra ekkert, segir svo hinar. Þau eru að læra minna, það læra minna. Barnæskan er að taka lengri tíma. Það er að þau eru lengur börn og þau eru lengur að tilenga sér hluti, þau eru að læra fullt við sáum það fyrir svona áratug og allt í einu fóru íslenski nemendur að ná miklu fastari tökum á ensku miklu fyrr og það mældist mikil árangursaukning eins og samræmdum prófum í ensku námi barnanna sem hafði þetta ekkert með skólan að gera. En það er þannig að krakkar í auknum mæli sækja sína þekkingu og rækta sín áhugamál utan þess að hefðbundna kerfis þar að meðal skólana. Alveg eins og fullorðið fólk núna, við héldum öll að forsetakosningarnir myndu ráðast í umræðu þættum í sjónvarpinu og skoðanagreinum sem var deilt á Facebook, svo réðust þær bara virðist vera á TikTok. Það hluta til. Já, það er sveifla, það má merkja að sveiflan sem var til Höllu hafi verið aukin kosningaþátttaka ungs fólks. Það sem að hún var langsterkust. Já, og við munum sjá það bara í næstu alþingiskosningum að svo baráttu verður væntanlega rekin allt öðruvísi heldur en allar kosningabaráttu fram að því. Og það er alveg eins að ef við ætlum að ná til unga fólksins og kannski sérstaklega drengjana, þá þurfum við kannski að fara að sækja inn á fleiri svið og mæta þeirra áhugamálum með íslenska málheimnum þar sem að hann hefur verið utangars. En ef þetta er að flytja tungumála milli kynslóða og unga fólki lifir meira í enskum menningarheimi og þar lendi gengur það verð og kannski við, bara foreldrar og samfélagið höfum ekki tekið á þessu, ekki átt okkur á því að við þurfum þá að leggja okkur harðar fram ef við viljum að íslenska fara á milli. En þetta ætti að vera almennt. Af hverju á þetta sérstaklega við drengina frekar en stúlkurnar?
Bara sömu ástæðu og sko fyrstu skólarnir eins og í pistli sem ég skrifaði um daginn, sko fyrstu skólarnir eru stofnaði til höfuðs gengjum, drengjagengjum sem gengu í sjávarplássunum og voru ungir til að vinna og voru til óþurftar þar sem þau þvældust og brutu rúður og spörkuðu hunda. Þannig að skólinn uppalega stofnaður til höfuðs drengjum sem pössuðu ekki inn í samfélagið sem þeir tilheyrðu. Stúlkurnar voru ekkert vandamál þá, vegna þess að þær voru geymdar inn á heimilunum eða unnur voru hreinlega ódýrt vinnuafl. Og það kann einfaldlega vera það að stúlkur séu ennþá öllum þessum tíma seinna, þá eru þær einfaldlega bara þær aðlaga sér frekar aðstæðum sem að jafnvel þó aðstæðuna sé ekki endilega. Þær eru að glíma við fullt af vandamálum líka, bara gera það kannski í hljóði. Og þeim líður ver ef það spurt út í líðan, svona sálfræðilega líðan, þá líður stúlkum ver. Og upplifa meira agaleysi, en þær láta sig hafa þetta kannski meira mæli heldur en drengirnir. Og það kann að vera bara kúari. Já, þær eru líklega bara kúari heldur en strákarnir. Og beygja sig undir. Þá erum við náttúrulega að lýsa skólanum sem einhverjum hryllingi. Ef til þess að geta lifað af skólan og farið á milli grunnskóla og framhaldsskóla upp í háskóla, að þá þarftu eiginlega að beygja þig undir skólan. Skólinn, og þú þekkir það sjálfur því að þú ert af þeirri kynslóð. Skólinn það er ekkert langt síðan að skólinn var bara í raun og veru ofboðslegt kúgunartæki, stjórntæki. Ég gafst upp í skóla bara 16 ára. Já, vegna þess að það var kennarinn alvaldurinn sem stóð og hann átti að vera uppspretta allra þekkingar og hafði prik í hendinni sem var jafnvel oftar notað sem agastjórnunartæki heldur en til að benda á eitthvað. Síðan kemur kynslóð sem gerir uppreist gegn þessu og byltir skólanum og Íslandi má segja að hápunktur þeirra byltingar sé 74. Auðvitað kemur þetta úr stúdentabyltingunum í París og frá þessari uppreisn unga fólksins gegn skólanum sem þessu valdboðstæki og de Gaulle gamli þegar hann var þarna frelsari Frakklands þegar allt var komið upplaust þar, hann hafði engan áhuga á menningu og lífi ungs fólks, hann vildi endur þessa Frakkland sem eitthvað svona stórveldi, svona órar heimsveldið Frakkland. Make Frakkland great again. Já, það var bara nákvæmlega það sem var í gangi. Unga fólki gerir uppreisn gegn því. Hér á Íslandi er gerð tilraun til að bylta skólanum með mjög metnaðarfullum grunnskólalögum 74. Sú bylting getur einhver leyti börnin sín því að henni mætt mikilli mótspyrnu 83-4 þegar alþingismenn telja nú sé verið að beita skólanum sem innrætingastofnun vinstrimanna. Beita í kommunista. Já, þá verður rof, þá verður rof á milli skólafólks, akademíunar og stjórnvalda og verður svona lömunar ástand og menn eru að rífast meira kjaramál heldur en skólastefnu. Síðan er skólinn fluttur til sveitafélagana. Umræðum svona sem var pólitísk ákvörðun til þess að hafa svona áhrif á eða það er hægt að halda því fram að það sé liður í því að ýta undir mögulega einkavæðingu og séu svona fleiri sem koma að þessu. Ég hef heyrt það að þetta var gert til dæmis í Svíþjóð og hafi verið liður í þeirri stefnu sem að það land fór. Þetta kemur til okkar frá Svíþjóð, það er bein orsakatengsl þar og það var sem skref í áttina að því að minnka miðstýringuna og þarlendu opna fyrir markaðsvæðingu. Já, afleiðingin í Svíþjóð varð mjög mikil einkavæðing og markaðsvæðing skólana. Það var ekki mjög mikið talað um það á þessum tíma, það var meira verið að tala um dreifstýringuna. Dreifstýringin var í lýðræðislegri heldur en miðstýringin en síðan geta opnast þá alls konar möguleikar í framhaldinu sem að og til Svíþjóðar kemur þetta frá Bandaríkjunum. Þetta var bara svona alheims svona hugmyndafræði sem að reið eins og engisbrettur faraldur yfir skólakerfi landana. Svo kom skóla umbótapláan sem stundum með kölluð sem að til dæmis Bush-bræður í Bandaríkjunum var að beita sem að byggir á því að það er að smætta skóla niður í mjög einfalda hluti eins og lesskilning og reikning og halda börnum eftir og vera með refsakennurum sem ekki ná árangri og það allt saman. Það fer sína leið og birtist að einhverju leyti á Íslandi líka í svona umbótaverkefnum sem síðan skiluðu ekki nokkur sköpum hlutverkar en annar staðar en það er bara komið að því núna aftur enn einu sinni og það þarf alltaf að gera það þarf að veita hverju nýrri kynslóð pláss í samfélaginu og brautagengi og kynslóðin sem núna er alast upp, unga fólki okkar núna
því hefur ekki verið veitt brautargengin í okkar samfélagi, þetta hefur skapast hliðarsamfélagi við hliðina á okkar eða samfélagi innan í okkar samfélagi og rofna þá tengslin á milli þessara tveggja samfélaga og skólinn þarf núna alveg eins og ég alveg upp ég að byrja í skóla það leyti sem að áhrifin af breytingunum á 8. áratugnum að koma fram og þá til dæmis leggur samfélagið sér fram það að hlúa að börnum og barnamenningu. Það eru skrifað gríðalegt magn af bókmenntum fyrir börn, það eru teiknimyndasögur, það er okkar fremstu þýðendur að texta sjónvarpsefni fyrir börn og við erum með frábæra þuli sem að tala inn á. Þannig að samfélagið bara tók og umvafði barnamenningu og svo verða allar þessar samfélagsbreytingar og tæknibreytingar og við einhvern veginn bara sofum hjá að strákarnir fara inn í herbergi og setja á sig heyrnartól og tala við vinnina í gegnum netið, spila tölvuleiki og við erum bara frammi. Og eru orðnir skeggjaðir miðaldra menn þegar þau koma út úr þessu herbergi? Já, eða verra vegna þess að við stefnum í svipað far eins og með Japan, það sem að núna að koma í ljós að það að deyja nýrætt fólk og það finnst einhver 60.000 karlmaður inn í herbergi sem að gafst upp á samfélaginu þegar hann var 18. Og við getum alveg lent á þeim stað ef við veitum ekki ungu fólki brautargengi og fyrsta leiðin til að veita ungu fólki brautargengi að bera virðingu fyrir menningu og menningu og áhugamálum ungs fólks og við höfum bara ekki verið þar. Kynslóðina undan þessari, ekki einu sinni kynslóð fyrir 10 árum, þá voru allir krakkar á Íslandi aldir upp á íslenskum Disney myndum og íslensku málheimur ruddi sér þar inn allt og fólk kann þetta allt upp á 10, í dag ekkert. Við höfum bara setið eftir og svo verðum við alltaf einhvern veginn svona örvæntingafyllir í því hvað við getum gert við börnin til þess að láta þau lesa núna 100.000 útgáfuna Tárbros og Takkaskó sem að koma út. Það bara ekki að fara að virka. Við þurfum þetta fullorðis vandamál en ekki barnavandamál. Þetta svona kaðall sem þú bjóða upp á. Þetta svona þræðir sem að vefjast saman og nú ætla ég aðeins að reyna að rekja hann í burtu. Ef við byrjum þarna á skólastefnunni og átökum hana sem eru pólitísk átök. Annars vegar það bara ótti svona einhverja menningabyltingu að neðan að lýðræðisbyltingin sem átti sér stað á 7. áratugnum og birtist í 68 byltingunni og bara umbreytingum hugsanir tilgangsstofnana, fjölmiðla og skólakerfis og svo fleira, að það væri að grafa undan röð og reglu í samfélaginu og okkar gildum, svo hægri menn. Og það strax byrjað að kannski var þetta sem að var gert 74 mikilvægt og í takt við tíman og okkur hefði farnast betur ef við höfum haldið þeirri línu áfram. Já, það var ekki gert, það var ekki mótvægi við hana og það verið að reyna að draga úr áhrifum hennar og með ýmsum hætti, bæði með því að hreyfa til svona námskrár og markmið í skólastarfi en líka til þess að með stýringu á fjármunum og kerfinu með þessari valddreifingu að minnka möguleika á svona miðstýrðu skólakerfi og öðru slíku. Menntamálaráðherra tíð Björns Bjarnasonar fór svolítið í þetta og það var verið að búa til ný námsefni, nýja mannkynnssögu og nýja Íslandssögu og eitthvað fleira sem átti að vera mótvægi við einhverjar áróður kommunista og kannski mætti þessi saga vera meira opin fyrir okkur og við kynnum betur að fara yfir hana því að sumuleyti voru þetta svona átök sem aldrei voru bara svona beint á yfirborðinu. Nei, þau náðu hápunkti í því sem við kalla sögukennsluskammdegið þegar að íhaldsmenn sem voru ekki allir hægri menn, einn af þeim sem gekk harðast fram var Sighvatur Björgvinsson sem að fannst bara skólakerfi komið út í móa og hann finnst nú samfélagið vera komið út í móa enn þann þetta. Já, hann það voru lengi á leiðinu til móa. Þeim fannst að væri þetta í raun og veru núna að ganga aftur í þessum þrætum fornöfn, sami slagurinn og var þá. Þeir sem að mótmæltu því sem var að gera sögðu að væri að sóa
tíma nemenda í leiki og alls konar kennslufræðilegan kjánaskap í staðinn fyrir að vera bara að kenna þeim að vera alvöru stúdentar, það var annar þráðurinn. Og hinn var sá að við værum að gera þau einhvern veginn að slakar eða verri Íslendingum sem þekkti ekki eigin uppruna og sögu, lærðu ekki Gunnarshólma en lærðu bavíana í Afríku. Og með því væri verið í raun og veru að kippa grundvelli undan heilli kynslóð til að þekkja sjálf sig í samhengi við landsitt menningu og sögu. Og þetta auðvitað kynslóðin sem þarna alin upp í anda Jónasar frá Hriflu sem að í raun og veru svo samdauna þessari þjóðerniskennd sem Jónas innrætti heilli kynslóð að þeir sjá það með hryllingi að landið eigi opnast fyrir hugmyndum utanfrá og missa sjónar á innri einhverjum svona stóðum. Þetta kom í ljós núna til dæmis í forsetakosningunum á Stöð 2 þegar voru lagðar fyrir spurningar fyrir forsetaframbjóðnunar sem voru akkúrat eins og Sigurður Björgvinsson hefði sannar. Já, og fæstir vissu nokkuð skapaðan hlut það. Ertu þess hæfur að taka þátt í umræðu í íslensku samfélagi? Því íslensk samfélag byggir á þekkingu þinni á Grettissögu og Gunnarshólma og Jónasi. Og þetta bara spurning hvað þýðir að vera Íslendingur og þjóð á Íslandi og hvað hlutur gegnir skólakerfið í því. Ég held að flesti myndu nú taka undir það að skólinn eins og honum var lýst upp úr 1980 og það sem hann var að reyna að vera í kringu 1980 hafi í raun verið sannast og besti undirbúningur þeirra sem þá eru að alast upp til þess að vera fólk í heiminum í dag. Það heimurinn hefur opnast heilmikið og víðsýnin miklu meiri og við erum aðeins minna heimáttaleg, heimsk í gamla skilningnum vegna þess að við vorum menntuð upp af fólki sem opnaði aðeins fyrir okkur dyrnar að hinum ytri heimi. Nú eru þessar dyr að opnast út allt innan í samfélaginu okkar líka, fólk með alls konar uppruna og miklu meiri fjölbreytni meðal íslensks samfélags núna heldur en var áður og við erum ennþá að ströggla við það og glíma við það en við erum orðin svo slök og léleg í nákvæmlega þessu að tala saman og hugsa saman um svona flóknar kaðla með margvíslegum þáttum sem að þarf að flétta í sundur að við ríkhöldum okkur í rifrildum keisarans skegg sem að til dæmis núna hvort að eigi að segja öll eða allir og þar með einhvern veginn erum við búin að kristalla eða smætta umræðina niður í eitthvað svona atriði og með mér það þá komist við ekkert áfram. En ertu að segja það að það breytingar sem voru gerðar 74 að það hefur verið byrjað að skrúa ofan af þeim bara miðjan 9. áratuginn fyrir 74 breytingunum þær voru aldrei fjármagnaðar. Það fylgdi þeim lögum miklar breytingar sem áttu að eiga sér stað sem síðan var aldrei fylgt eftir. Og það var plan það að við erum að ala upp og þroska börnin okkar til þess að verða virkir þáttakendur í lýðræðislegu samfélagi, vera opin og forvitin og það við myndum, kannski erum við öll sammála að ætti að vera meginmarkmiðið, en það var bara örlítið svona vor í íslensku skólakerfi og svo kom bara hret og svo kom bara haust og vetur. Já, frá þeim tíma og raunar fyrr vegna þess að þessi andblær var þegar komin inn í skólakerfi. Það mjög mikið af fólki sem fór inn í skólakerfi af hugsjón á þessum tíma og taldi þetta vera mikilvægasta starf sem það geti valið væri að starfa sem uppfræðari eða kennari. Það má lýsa þessu þannig að frá þessum tíma hafa kennari raun og veru róið á móti straumnum. Hretið þessi straumur. Það umhverfið vindinum hefur ekki blásið alltaf í seglin. Síðan kemur nýnámskrá sem sagt á þessari öld og hún mjög hún meira og minna tekin upp bara frá Svíum eins og flest í okkar svona opinberum stefnu. Það tilraun til þess að ná aftur þræðinum sem að týndist þarna. Já, á grundvelli Salamanca yfirlýsingar sem var alþjóðlegt fyrirbæri sem átti sér stað síðasta áratug, síðustu aldar. Þegar í raun og veru tekin sem gegnir svipuðu hlutverki og heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna gera núna sem tilraun samfélagana til þess að segja að menntakerfi landanna skuli vera fyrir öll börn, ekki bara þau sem eru góð í að lesa og skrifa og reikna, heldur menntakerfi eigi að færa hvern einstakling
til þroska og virkni í sínu samfélagi. Og þetta var gert í menntamálaráðherra tíð Katrínar Jakobsdóttur þegar Berglind Rós Magnúsdóttir var aðstofakona hennar. Berglind hjá henni, hún Katrín tekur við námskrá tilbúinni frá Þorgerði. Þorgerði var búin að vera með námskrávinnun í gangi. Allir menntamálaráðherrar vilja fá bautasteina yfir sig. Katrín hefði örugglega vilja ganga lengra í að breyta, en það sem Katrín gerir að hún býr til 5 grunnþætti menntunar. Og hún skilgreinir þá heilsa, velferð, lýðræði og sjálfbærni og býr til svona nokkra þætti og allt nám skal markast af því. Þannig að þar erum við með námskrá sem meira og minna samin í tíð Þorgerðar Katrínar. En var nokkur samhljómur í svona, þarna má segja í raun og vera valdhafarnir, akademían og skólafólki hafi kannski verið að byrja að ná saman aftur. Það var ekki mikill hugmyndafræðilegur ágreiningur þá námskrá. Katrínu fannst hún ekki ganga nógu langt á sumum sviðum og þannig að hún bæti við grunnþáttunum sem svona bara stillans utanum og auðvitað verið fólk til ringlað hvað nákvæmlega hér að gerast. Hvernig kenni ég sjálfbjarni í starffræðitíma? Já og það er ýmislegt svona skrítið en samt það má segja að það bara verið að hnykkja á mikilvægum þáttum frekar óumdeildum en ekki alveg öllum því að þegar Illugi Gunnarsson kemur síðan þá til dæmis var hann ekki hrifinn af því sem stóð í ritinu sjálfbærni að það veri betra að laga rifnabuxur heldur en að kaupa nýjar þó að það að kaupa nýja auki hagvöxtin meira. Þannig að Illugi skrifa hvítbók ofan á þetta allt saman. Þannig að við fáum á sama tímabilinu nýja námskrá til að fara eftir, grunnþætti menntuna sem er svona eins og Spariföll sem tróða á námskráni í og síðan hvítbók sem snýst það að í raun og veru taka athyglina af 95% af námskráni og einbeita sig að hinum 5%. Þannig að hugmyndafræðileg átök menntastefnu á Íslandi hafa verið mjög svona seigfljótandi í gegnum svona fyrirbæri. Og oft í staðin fyrir að við bara horfumst í við að það menninga átök í íslensku samfélagi og börnin okkar á sömu leyti fórnarlömb þess að við náum ekki saman það. Og við það sem í staðin fyrir það að ræða einfallega þessi menningarátök, hvert gildi manneskjunnar í samfélaginu og hvert gildi samfélagsins og hvernig getum við undirbúið fólk til að taka þátt í þessu samfélagi, að þá eyðum við, þá eru vígvellinir fornöfnin, eða eitthvað svona tillingaskít hér og þar, þannig að raunverulega átök ekki eins og upp á borðum. Nei og það sem líka stendur okkur fyrir þrifum það, að við erum orðin óbóðslega bara föst í svona ákveðnum viðhorfum eða viðbrögðum það til við fáum alltaf sömu viðbrögðum þegar PISA kemur ekki nógu vel út og fáum alltaf sömu lausnirnar bara í nýjum búningi en alltaf sömu lausnirnar og við erum alltaf tilbúin það eru alltaf ákveðni hópar tilbúin að leysa málin með lausnunum sem við vitum að virka ekki. Það kannski annað sem að við getum haft þarna megin í þessum kaðli sem að hvernig umræðan maður gæti sagt notuð því að í hvers skipti sem að PISA kemur að þá rís upp svona hneykslunaralda skólarnir séu að bregðast og það krísa í skólanum og þá dettum við eiginlega inn á svona bara hinn klassíska vagn nýfrjálshyggjuáranna, það teiknuð upp krísa og lausnin aukin einkavæðing og þeir sem að drífa áfram gagnrýnina á skólakerfið eru þeir sem eru talsmenn einkavæðingar og einkareiki skólakerfis. Já, sko, einkavæðingin, þetta ekki endilega, það er millileikur á milli. Sumir telja einkavæðingun að leysa þetta allt. En þar fyrir framan er viðhorfið ákveðin hópur sem lætur alltaf í það skína að fólkið sem beri ábyrgð á skólakerfinu sé bara ekki af því kaliberi að það geti leyst svona hluti. Það þurfi að fá annarkvort hugrakkari eða hæfari eða það þurfi einhvern veginn þetta er svona pínulítið þetta er svona hrókafullt viðhorf sem segir nú bara kominn tími til að leipa alvöru fólki að og láta ykkur hætta þessu gulli En að því að við erum að tala nýfrjálshyggjuárið, þá mætti kannski orða líka öðruvísi að gagnrýnin sú að inn í skólakerfinu að skólakerfi geti ekki náð góðum árangri vegna þess að það ekki sem stofnun og eitthvað fleira en ef við myndum reka skólakerfi líkar því sem gert í fyrirtækjum sem ná góðum árangri að vera með árangursmælingar og fleira og að hækka launin hjá þér ef þau gengur illa en skilja hann eftir og nota þessar svona stjórnunartæki og fyrirtækirekstri að þá myndi allt ganga betur.
Já, já. Og þetta náttúrulega sem að Svíarnir hafa brent sig sko svakalega á, að það ekki gefið að þótt að það sé gott að reka ísbúð með svona fyrirtækja sjónarmiðum, þá ekki þar með sagt að það sé gott að reka stofnanir með þeim hætti. Nei, og í raun og veru þetta samtal sem löngu búið að jarða í íslensku samhengi vegna þess að það auðvitað margbúið að rannsaka, við erum ekki við mikinn einkarekstur í skólakerfinu, mjög lítinn, en við erum einhvern. Og í sumum tilfellum hafa þeir sem reka þá skóla stært sig af því að nemendur þar náum betri árangri heldur en í öðrum skólum. En þegar að það skoð þá kemur alltaf í ljós að það alltaf sama breytan sem ræður árangri í íslensku skólakerfi og það félagslega baklandið þitt. Nemandi með svipað félagslegt bakland í öðrum skóla að ná sambærilegum árangri eins og nemandi. En það sem einkaskólarnir hafa, það fólk sem með sterkara félagslegt bakland sem að koma þangað. Þannig að ef við fleytum rjóman einhvern veginn alltaf inn á í sömu föturnar, þá það ekkit út af fötunni sem að rjómin, það svo mikill rjómið, það einfaldlega við settum rjóman í þá fötu. Þannig að í íslensku samfélagi það hefur einkennst af miklum jöfnuði, að freka miklum jöfnuði, en það samt ástæða til að hafa áhyggjur af því vegna þess að þessi jöfnuði kemur meðal annars til af því að flest hverfi til dæmis í stórum sveitarfélögum á Íslandi hafa verið hönnuð þannig að þau séu blönduð, það séu blönduð byggð, þannig að ólíkir hópar í samfélaginu hafi hag af því að hafa góða skóla, því að flest allir nemendur á Íslandi hafa sótt skóla í sínu hverfi. Við sjáum þetta nú bara breytast á síðustu árum bara í Reykjavík. Nú þetta breytast býsna hratt. Það verður svona millistéttarvæðing í ákveðnum hverfum, að ég held að til dæmis 107 sem örglega var blönduð byggð. Hún að verða svona efri millistéttarvegri, Fossvogurinn, og svo ertu með efra Breiðholtið þar sem að hefur alltaf náttúrulega verið herra hlutfall fátækra en núna bætist það við að hinni fátæku að hálfu leyti innflytjendur, þannig að Ég held að T.F. Berglindrós hafi verið einhverjir á hennars nærum hafi verið að rannsaka þetta og komist að því að Reykjavík að breytast eins og margar aðra borgir, þetta saman gerast í Helsinki og víðar. Og hún að breytast þannig að það þrískipt, það að safna saman fjárhagslegt auðmagn í 3 hverfum, það að safna saman menningarauðmagn í 3 hverfum og svo eru 3 hverfi sem að hafa hvorugt. Og þegar við erum komið þangað, þá geta hlutirnir breyst býsna hratt vegna þess að atgervismunurinn á hverfunum og það sem og ef að eins og núna nú kennaraskortur og hann lagast ekkert nema þegar kemur kreppa og þá tímabundið og svo fer það aftur í sama farið, að þá geta ákveðin skólar og ákveðin hverfi og ákveðin sveitafélög farið að soga til sín kennarana líka og úrræðin og boðið í raun og veru þeim upp á betra tækifæri sem að sækja skóla í þeim hverfum. Þannig að við erum á tímamótum þarna varandi þennan jöfnuð alveg eins og Finnar og kannski kunnum við ekki að reka skóla í svona stéttskiptu samfélagi. Það sem að ég býst við að það sem að krakkarnir komi í skólan, að þá náttúrulega mest sem við læra heima hjá sér á skólalóðinu, í hverfinu og eitthvað fleira, að þegar að krakkar koma til dæmis, við tökum bara dæmi að Fellaskóla, það sem að eiginlega stuðningurinn við íslenskuna kannski bara brota því sem að það var kannski fyrir 30 árum eða sem það á skólalóðinu ég veit ekki hvort það sé Flataskóli í Garðabæ. Það getur verið bara að fólki sem að reka skólana eins og í Fellahverfinu, að það sé einfallega að það ekkert í sögunni sem að hjálpar því að finna lausnirnar. Það bara komin í einhvern nýja raunveruleika sem að það bara áttast ekki á. Og þetta auðvitað það svið og það hluta af vandanum að þegar að þú getur farið heim til þín og skrifa ritgerð með ChatGPT á 15 mínútum og af hverju, hvaða tilgang sérðu í því að vera að læra á Word og vera í venjulegri heimildaritgerðarvinnu í skólanum. Ef þú upplifir skólan sem þannig hann sé einhvern veginn úr takti eða hann sé ekki lengur að svara þörfum eða undirbúið fyrir framtíðina sem þú vilt fá, að þá erfitt fyrir þig að finna tilgang í skólum og við veitum að það eitt af því sem Ég spyrir bara á móti, hvaða tilgang hef ég í því að læra að vera með stórþvott í höndunum ef ég á þvottvél? Nákvæmlega, og ég bara Það var að kenna mig það að þú í höndunum með það? Já, það var ekki auðvelt, það var ofboðslega sársaukafullt skref þegar að framhaldsskólinn
steig skrefið frá grísku og latínu yfir í samfélagsfræði og hagfræði. Það sko svona tæknistig og tæknibreytingar í þjóðfélögum hafa geta haft þetta dálítið svona eins og jarðskorpan, og það safnast upp spenna í langan tíma, og svo ef mjög hörð skorpa á koma stóri skjálftar þegar orkan losnar. Og við erum þar. Og við erum bara þar núna í miðri skjálftarhjá. Hinum megin ef við tekjum svona kerfi sem hafa svona millistéttavæðist, að þau lenda líka í vanda. Ég meina eins og tók ég viðtal við einstæða móður sem bjó í kjallara í 107 og hún var að lýsa erfiðleikunum með að vera fátæk í hverfi sem hafði verið svo millistéttavætt, því að kröfurnar sem að börnin komu með heim hvað þau ættu að eiga og hvernig þau ættu að klæðast og hvaða tækifæri þau ættu að hafa var eitthvað sem hún gat ekki staðist og hugmyndin var sú að því að hún hafði alist upp í þessu hverfi. Það hverfi var bara alltaf öðruvísi. Það var möguleiki á því að vera fátæk einstæð móður í 107 fyrir 30 árum sem orðið bara félagslegi þrýstingurinn orðið svo sterkur í dag að það næstu því óbærilegt. Já, og ég held að þetta tengist að minnsta kosti 2 þáttum. Það eru miklu færri börn heldur en voru. Núna er hver móðir að eignast innan við 2 börn að meðaltali og það er ekkit rosalega margir áratugi síðan það var þrefalt það, 4-ferfalt jafnvel. Og það þýðir að börn alast ekki lengur upp í stórum systkinahópum, heldur alast þau í auknum mæli upp í skipulögðu íþrótta tómstundastarfi. Það er miklu minna frjálsan leik, það er miklu minna þetta svona lárétta samfélag barnanna, og foreldrarnir á sama tíma svona hefur Ísland frá 1980 og þetta fyrir aftur 1960 þá svona fólk hefur það hefur meira fé á milli handana í mjög mörgum tilfellum og það það veitir börnum sínum af því og það er á sama tíma tekur miklu lengri tíma að verða fullorðin. Þú veist, en þá við erum núna að glíma við hluti svona það bil í 9. bekk sem við sáum í 7. bekk fyrir 15 árum. Bara svona í félagslegum samskiptum, mynstrum og svona þessum efbun og þroskaferli. Eins og hvað svo ég glöggum með því? Yfirleitt í 7. bekk það var svona dramatík að tilheyra vinahóp og svona óbúslega þörf fyrir að tilheyra jafningjahópnum, og svo þegar nemendur voru komin í 8. og 9. bekk þá svona var þetta að byrja að brá af fólki. Ég var lengi með þá kenningu að þetta væri út af COVID vegna þess að duttu út tölvöru tími af félagslegum samskiptum, en ég er ekki eins sannfærður það ennþá. Ég held einfaldlega bara að það við tekst úr barnæskunni og hlutir sé að taka lengri tíma. Þannig að maður er að sjá krakka núna undir lok grunnskóla sem eru ennþá með mjög svona barnalegar hugmyndir það að þau ætla að verða rík og fræg og eru ekki með neina mótaðar hugmyndir það hvað leið í raun og veru að því, vegna þess að það er óljóst í samfélagi nútímans hvað í raun og veru eru leiðirnar áfram. Við vitum að framtíðin verður gjörbreytt og það eru mikla breytingar. Þau líta á okkur eldri kynslóðana sem að við svona erum ekki með á nótunum. Við erum alltaf í einhverjum gömlum heimi og höldum að þau langi þangað en þau langar ekki þangað, þau langar í framtíð sem við erum ekkert partur af í þeirra huga. Og til þess að í raun og veru styrkja þessa mynd sína að þau vilja ná miklum árangri, þá sækja þau í nefnilega ekki bara, fólk var lengi mjög upptekið af því að þau voru alltaf eltast við lækin. Þetta snerist það að setja mynd af sér og fá fullt af lækum. Það er alveg partur af því, en það er ekki eins stór partur og margir halda. En í staðinn kemur það að það skiptir alveg gríðarlega máli hvernig skóm þú ert. Það skiptir máli strákar sem er eftir 2, 3, 4 ári að fara að raka sig, eiga 20 flöskur af rakspíra sem kostar 15 skall hver, og foreldrar sem að hafa pínlítið ráðaleysi því hvernig þau í raun og veru veita börnunum sínum það sem þau þurfa og veita þá af peningum, af veraldlegum auði, leikjatölfur og En er þetta ekki speglun að verðmætamati fóreldrana sem að telja sig geta keypt sér status og keypt sér sess og í gegnum þann sess og status að þá komið hamingjan? Og að komast í, þetta íþróttafélag og verið í þessum hópi og það er jafnvel í sum íþróttafélagum verið að fara í æfingaferði til Barcelona, ekki vegna þess að það sé betri aðstæða til að æfa í Barcelona, heldur einfaldlega vegna þess að það er svona eitthvað svona heilbrigðisstimpill
auðmagnið sem að tilheyrir þessum hópi og við erum dálítið þarna og með kynslóð í höndunum sem er dálítið bara umkringja svona og það verður auðvitað dálítið kaldranlegu veruleiki sem býður þessara barna þegar þau þurfa að fara að standa á eigin spýtum, en það verður alltaf miklu seinna heldur þau verða í foreldrahúsum undir 30 og þetta gerist allt einhvern veginn hægar og öðruvísi heldur en áður. Er þetta betri að verra? Ég meina, sko, einu sinni voru strákar rosalega uppteknir því að voru með briljantín í hárinu og stelpur vildu vera í svona kjólum, í svona skóm. Ég meina, ég er ekkit við sem að hlutfallslega að sé þetta meiri efnishyggju kynslóð heldur en krakkar hafa verið oft áður í sögunni. Nei. En kannski kostaði leðurjakki 1960 hlutfallslega meira heldur en allt þetta Gucci-dót í dag, sko. Og ég held nefnilega líka Ég tala ekki sko mótorhjólin og kakkarnir og það. Akkúrat, og ég held að svona, sko, ef maður hefur snert af sögulegri vitund, þá fer maður ekkert alveg á taugum. Vegna þess að við minni til dæmis ég hafi lesið í hjá Viktor Frankl, hvernig þegar hann var að byrja sína geðlækningar að ungir menni í Vínarborg voru allir meira að minna í bullandi tilvistakreppu. Tilvistakreppur eru eðlilegur hluti af þroskaferli samfélaga, alveg eins og tilfinningakreppur eru eðlilegur hluti af þroskaferli einstaklings. Og það samfélagið einhvern veginn ímyndi sér að sko, þróun sögunar eða þróun samfélagi eða þróun einstaklingar sé einhvern veginn línulegt, átakalust ferli, sýnir kannski bara hvað við höfum fjarlægst sko, sannleikanum það hvernig við erum. Náttúrulega hluti að, ég nefndi nýfrælsingin áðan, hluti af þeim tíma er að við mistum sögulegan skilning, að við erum alltaf með hugmyndunum að við lifum árið 0. Það er minna sko, sögulegar tilvísanir, af því að við erum alltaf á leiðinni til ykkur framtíðar. Sumir þess að þú ert að lýsa sögu skilningi krakkana að þú tilheyrir ekki sko, framtíðinni, af því að framtíðin er öðruvísi, hún byggja ekki á fortíðinni sem að þú hefur upp á að bjóða. Að sumir er þetta tíðarandinn undanfarin sko, 30-40 ár. Já, alveg örugglega og örugglega lengur vegna þess að ég er alveg viss það svona, að því ég nú lifði ég það ekki og þú ekki heldur, þú það er svo ungur að sko upplifa þessar breytingar þegar atómöldin er að ganga í garð og þar áður þegar Einstein er að koma og bylta heimsmyndinni og og þar áður var það Newton og þegar kóngarnir steypta stalli og þetta gerist alltaf aftur og aftur og aftur og sagan okkur kennt okkur það þá getur orðið mikill félagslegur óstöðuleiki og nú til dæmis þegar gervigreindin hefur innreið sína þannig að við komið hugsandi vélar þá er ekkert ólíklegt að það muni hafa svipuð áhrif eins og þegar að gufuvélarnar ollu iðnbyltingunni og upp úr því fengum við nú eitt stykki rússneska bylting á endanum þegar að verkalýðurinn þegar menn sáu fram á það að atvinnutækin var öll á höndum fárra. Ég meina eitt af stærstu svona málunum núna er að til dæmis aðgangur að tækni sé ekki einskorðaður við þá sem eru auðugir heldur að venjulegt fólk hafi sama valdi við tækninni eins og aðrir og það er ekkert sjálfgefið, alls ekki sjálfgefið og það er mjög flókin dýnamík í gangi á milli Evrópusambandsins, Bandaríkjanna og Kína varðandi þann dans. Já, ég má nefna aftur nýfrjálshygguna, þá hefur það gerst líka á þeim tíma að almannavaldið hefur minnkað og æ fleiri ákvarðanir eru teknar út á hinu svokallaða markaði. Þannig að það er orðið efasemdur það að almannavaldið hafi raunverulega rétt á því að móta framtíðina með einhverjum hætti. Þetta er bara miklu minni að þú takir sko bara hugmyndir þingmanna í dag eða 1980 sko möguleika að sína á því að móta framtíðina eða hvert þetta vera hlutverk ríkisvaldsins við það. Það er náttúrulega alltaf að sé ekki kert á svona 5% afli í dag með að við hvernig var 1980. Einstaklingshyggjan er miklu meiri en á móti kemur að við byrjuðum á að ræða sko hvernig stúlkurnar létu kúga sig. Nú til dæmis er það alltaf að færast í vöxt að ungar konur hafa bara mjög mikla skoðun á því hvernig þær eigna sín börn og hvort að þær fæðar með náttúrulegum hætti eða hvort það fari í keisaraskurð og það er greinilega búið að vera að byggjast upp spenna í heilbrigðiskerfinu gagnvart þessum hópi sem kýs heimafæðingar eða kýs svona sjálf að ráða yfir þessu og þetta er áhugavert dæmi vegna þess að við erum það ríki í heiminum sem var með minnstan ungbarnadauða. Við vorum með líklega öflugasta heilbrigðiskerfi að þessu leiti en í auknum mæli líta ungar konur svo á að þær séu ekki undirseldar sérfræðivaldi lækna
og á hverju byggir miðstýringarvaldið ef ekki sérþekkingu og hvernig spilast þetta saman. Ég veit ekki hvort það meira hægri eða vinstri eða nýfrjálshyggja eða hvað, en það allavega svona traust og trú á því að fylgja reglum annara er að minnka mjög mikið. Einhver getur séð það sem jákvæðan hlut og það sé vera að brjóta undan kúgunarvaldi og það sé betra að þjást af undir eigin vilja heldur en að njóta lífsins sem strengjabrúða en eitt, sko, þú nefndir fæðingarnar, að þá var mér eins og sagt að ástæðan fyrir því að barnadauði hefði verið minnstur í Íslandi, það mætti tengja það bara einu lækni sem hefði gætt að því að þegar hann sá ykkur efnilega lækna, þá vísaði þeim í það góða nám sem hann hafi ferið og það byggðist upp bara kúltúr inni í fæðingalækna hópnum sem að skilaði þessum árangri. Og þá erum við komin að skólanum og það eru mikla breytingar í samfélaginu. Það eru mikla breytingar, bara hugmyndalega breytingar, krakkarnir eru að breytast og eitthvað fleira. Og til þess að mæta þessu, að þetta var ekkert vandamál, ef að stofnunin, skólinn, væri öflug góð stofnun sem hefði í sér burði til endurnýjunar og endurmats og öðruna slíkt. En kannski það bara ekki þannig. Að skólinn þó þetta sé eins og þetta lýsa, þetta ætti bara að vera gleðiefni, allt væri hverfult og allt væri breytingum undurorpið og það væri bara skemmtilegt challenge fyrir kennarastéttina til þess að mæta því og við þurfum ekki að hafa neinar ágjur. Sko skólinn alla þessa öld hefur skólinn verið að endurskapa sig mjög markvisst. Það til dæmis við vissum það að læsi væri í stórkostlegum vandræðum fyrir meira en 20 árum síðan. Skólinn var búinn að sjá þetta, að lesturinn verður ekki sjálfbær. Þú kennir börnunum að lesa, þau ná ákveðnum drengirnir ekkert ólæsir eins og alltaf verið að halda fram. Þeir geta alveg lesið texta. Það sem vantar að hæðin ofan á grunninn ekki byggð. Það sem að þeir auka lesskilningin og ná tökum og flóknari texta og það gerist vegna þess að lesturinn verður ekki sjálfbær. Honum ekki viðhaldið. Það bara lesið það sem fyrir lagt og helst ekkert í viðbót. Það ekki hægt að læra að lesa þannig. Nei, ef ég les bara þess að þú segir mér að lesa sem kennari, þá læri ég ekki að lesa. Nei, og það bara nákvæmlega það sem að gerast og svo, þá var einhvern útvista vandanum þannig að foreldrar áttu að sjá til þess að börnin læsu heima og endanum hefur það kannski seinkað eitthvað eða hægt á þróuninni en það skapar líka sín eigin vandamál vegna þess að lestur verður áttakslína milli foreldra og barna og heimilis og skóla og myndar jáfnvel bara neikvæðar upplifanir gagnvart lestri og bókum og börnin gera það með semikið það sem við sagt og svo þetta er mikið í hug að lyfta bók í sumarfríinu þannig að og fyrir 20 ára síðan voru að búið að sjá þetta og þá var farið að þróa aðrar lestrarkennsluaðferðir það sem var kannski farið hægar í það að mæla hraðan á lestrinum en að börn væri að lesa eitthvað sem hefði einhverja merkingu. Sighvatur og félagar eru ekki ánægð með það? Nei, og þetta úr þessu var þróuð aðferð á Akureyri sem hét byrjendalæsi sem að snýrist það að þú varst ekkert bara að lesa, þú varst líka að hugsa það sem þú varst að lesa, þú varst að teikna upp úr því sem þú varst að lesa, þú varst að leita þér einhverju sem hreyfði það einhvern nátt við þér eða þú getur haft skoðanir á og þegar að síðan farið í hvítbókavinnuna hjá Illuga þá bara ræðst Menntamálastofnun gegn þessari lestraraðferð og segir hún sé óskilvirk, skólar sem að beitinni séu lengur að læra að lesa og það bara farið í stríð í raun og veru innan á kerfinu gegn aðferð sem kennarar voru búin að vera á fullu að reyna að tileinka sér til að reyna að leysa þennan vanda sem var minnkandi lestrakvöt barna. Vegna þess að þeir notuðu þá hraðlestarmælinguna til þess að sanna að svo væri að krakkarnir úr þessu skólum læsu hægar. Og notuðu samræmdu prófin og svo að krakkar í 4. bekk á samræmdu prófum ekki að ná sama árangri á þessum samræmdu prófum sem voru fyrst og næst lestrarpróf vegna þess að það er lestrargetan sem hefur spágildi hina þættina. Þannig að þarna kemur bakslag, mjög alvarlegt bakslag og það er mjög erfitt fyrir kennarastéttina að upplifa það að hún sé að reyna sitt besta við að leysa einhver vandamál og svo kemur bara hnefi einhver staðar ofan úr himninum bara og segir, heyrðu, þið eru bara hérna í ruglinu, hættið þessu. Og það átti að setja eina ríkisleið sem síðan hefur skilað þessum stórkostlega árangri sem við horfum á núna, að farið var í lesferilinn og allir átti að gera þetta eins. Og þegar þau fræ voru komin í svörð, þá hrundi lestrarárangur á Íslandi í síðasta PISA. Hann mun örugglega jafna sig aftur einhver tíman
vegna þess að hann svo augljóslega mikið fall frá prófun á undan að það gæti verið eitthvað frávik þarna, en það í sjálfu sér skiptir ekki máli, línan niðra við. Síðasta mæling var mælingi sem að Illugi benti á að myndi sína árangurinn á sinni línu. Já, hann var búinn að segja það var búið að búa til töluleg markmið 2018 sem við vorum ekkert nálægt í hann á. Þá fluttist fókusin á PISA-prófið 2022 og sagt, svo góður hluti gerast hægt, sjá hvað gerist á. En þetta endurtekur sig. Síðan kemur stafræni heimurinn og stafræna tæknin og þá fara kennarar á fullt við það að reyna að tilengja sig það með hvað hægt að gera til þess að gera nemendur færa til að beita stafrænum verkfærum og áhöldum og skólakerfið fer á fullt í það og það eru búin til svona grasrótarsamtök eins og eitt sem heitir UTIS, þar sem kennarar hittast, þeir kynna hver fyrir öðrum á jafningagrunni, þeir fara heim, þeir prófa hluti og þeir deila reynslu og skólakerfið tók mjög glæsilega utan þetta verkefni. Eitt forrit sem var mikið notað hét SISO sem var forrit þar sem að hægt var að barnið gat lesi í skólanum og svo gat mamma hlustað heima eða pabbi og og séð hvernig barninu gekk og þetta var svona sýnisbók fyrir foreldrana til að sjá og taka þátt í námi barnsins og þetta náði mikið útbreiðslu og allt við vorum bara mjög framalega heimsvísu í því að kennarar tileinkuðu sér nýjungar og tæknina og gekk vel og þá gerist sama aftur, nefnir nú það persónuvernd sem að ræðst gegn sveitarfélögunum undir og ég fullyrði með pólitískar hugmyndir að hér væri skólakerfið að fara í einhverju óæskilega átt og ræðst á sveitarfélög beitir himinháum sektum í refsingaskyni yfirleitt út af einhverjum formsatriðum sem ekki var fullnægt en ekki einhverjum svona það var eitthvað svona það þurfti að gera þetta á undan þessu og eitthvað svona smotteri og enda svo reyndar persónuvernd á því að vera dæmd fyrir að hafa farið offari og neitt til að greiða skaðabætur tilbaka minni mig en skaðinn var skeður. Þetta var lamað og eftir það sitja raun og veru svona upplýsingatæknin í sveitarfélögum núna, hún bara í henglum, hún ónýtt. Það eru gerðar svo mikla kröfur núna í persónuverndarmálum að það má ekki beita neinu í skólum sem ekki að réttlæta þetta sé bráðnauðsynlegt. Og það nú einfaldlega þannig að það ekki mjög margt í skólum sem þú getur réttlætt þannig að það væri ekki mögulegt að gera eitthvað annað heldur en að beita því. Og þú þarft að gera samninga, vinslusamninga við öll fyrirtæki og það í raun verið að taka inn stafræna heimskólan og afhenda það risastórum fyrirtækjum. Það eru einu aðilin sem standa í því að vera að gera einhverja risastóra vinslusamninga sem eru endurskoðaðar á 6 mánaða eða 12 mánaða fresti. Þannig að það verið að bara undirbúa yfirtöku stórfyrirtækja á tæknilegum innviðum skólastarfs en gróskan var öll í grasrótinni. Það voru einstaklingar sem höfðu brjálæðislegan áhuga á fuglum sem bjuggu til eitthvað fuglaforrit og nefndu kannski tekið mynd af fugli en að því að tóku mynd af fugli að þá þurfti að gera vinslusamning það að þessi mynd færi ekki út fyrir landamæri Evrópusambandsins og svo framvegis og þá svona geopólitík allt í hennu komin inn í þetta og Evrópusambandið legið undir miklum skömm vegna þess að það hefur verið að halda aftur af þróun tækni vegna þess að það hefur verið sett að svo mikla kvaðir að þau sé raun og veru að afhenda stórum fyrirtækjum eins og oft það stórfyrirtækin eru raunverulega hvort ekki yfir einhverju svona hvað þú kallar þetta eftirlit íþyngjandi regluverk hentar frábælega það hentar stóru fyrirtækjunum vegna þess að heldur frá þeim samkeppni smærri aðila eða þá svona grasrótarstarfi sem kannski að hálfu leyti utan hagkerfisins. En þannig að upprunalega spurningin var hvort að skólakerfið væri ekki að skólakerfið á fullu á hverjum tíma alltaf að sækja fram og reyna að laga sig að veruleikanum. Þú er engar áhyggjur af því að það sé nógu svona hugmyndanleg orka í skólakerfinu til þess að geta mætt áskorunum okkar tíma sem á noti. Ein áhyggjuefni sem ég hef það að fyrir 6 árum síðan var ég nákvæmlega jafn gamall og meðalkennarinn. 6 árum seinna ég enn jafn gamall og meðalkennarinn. Þannig að eina sem ég hef áhyggjur af það að ef skólakerfið okkar ef það kemur ekki nýtt fólk inn í skólakerfið og tekur við af þeim sem hætta þá þetta kerfi sjálfdautt eins og öll önnur kerfi sem ekki hægt að manna. En af hverju kemur fólk ekki í skólakerfi til þess að vera kennari? Það aftur á drengjunum. Það væri eitthvað að þeim dreng sem hlustar á það hvernig talar dreng í íslensku samfélagi sem líður ekki illa.
og það talað skólana og skólakerfið og kennarana með þeim hætti að það þarf einhverja sérstaka tegund af þrjósku til að segja, heyrðu, þetta akkurat það sem ég langar að fara að gera. Það svo eru launin og námið. Akkur þú kennari? Ég kennari vegna þess að ég tel að þetta sé mikilvægasta starf sem hægt að gegna. Heldur það sé ekki einhver sem tvítugur sem að taka það ákvörðun í dag? Jú, heldur það sé verra að taka hana en þegar þú varst tvítugur? Já, ég sé erfiðar í dag heldur en það var þegar ég var tvítugur vegna þess að ég kem í svona svikalogninu eftir 84 vesinni, þá áglega verið svipað ástand eins og núna. Svo kemur svona svikalognum það leit sem ég að koma inn og svo bara blossar þetta upp aftur. Þannig að það svona meiri neikvæðni, námið er lengra. Blossar þetta upp aftur, hvað þetta? Þessi aggressíva neikvæða umræða skólakerfið og kennara og árangursskort og þetta allt saman. Hugmyndur bara getuleysi ykkur. Þessi svartsýni, já. Hún stillist oft upp í svona átökum eins og var ekki PISA síðastlið haust og núna erum við með þessa umræðu þar sem gerð úttekt á stöðu drengjana. Að þá verður umræðin oft svona, maður bara eins og maður sé í strætó og keyra fram í henni, þá annars vegar það fólk sem sækir mjög á að það sem verið að gera núna er ránt, að getuleysi kerfisins og við verðum eiginlega að taka stjórnina í skólakerfinu af kennarunum með einhverjum hætti. Og hins vegar koma kennararnir og segja nei, það sem lausnin að þá við höldum áfram að gera það sem við höfum verið að gera. Sem þegar búið að teikna upp vá ástandið eða krísuna, þar sem allt að fara til fjandans, þá hljóma rök kennaranna, nei, við höldum bara áfram að gera það sem við höfum verið að gera. Hljómar bara svona í svona reynslu banka venjus fólks bara að getur það verið? Ég þekki ekki marga kennara sem að telja ekki að það þurfi að þróa skóla töluvert frá því sem þeir eru í dag. Og hvernig ná kennara því ekki fram í umræðinni? Kennara eru bara... Þeir koma alltaf í vörð, þú kannast það við þetta, ég er ekki að draga upp einhverja falska mynd, svona virkar þetta. Kennarar, og ekkert bara kennarar, við munum hvernig hjúkrunarfræðingar tóku þegar að skrifa hjúkrunarkonu í barnabók, sko. Kennarar taka því mjög persónlega þegar verið að tala með niðrandi hætti til þeirra, eða og það kannski svona dálítið lýsandi bara fyrir samfélagið þegar fullyrt eitthvað af vanþekkingu málin. Og þá fyrir það ofta að snúast að þessi örgslag hefur ekki komið í skóla í 20 ára og veit ekkert hvað að tala þegar fólk kemur einhverja dramatíska lýsingar. Svo þið örglega verðið varfið þegar fullur fólk að tala skólan og þá verðið eiginlega ekki að tala skólan í dag. Þetta skólan þegar ég var í skólan. En inn í hvaða þroskuð þjóðfélagsumræðu á að stíga? Í alvöru tala, hvar er fólk að tala saman eins og við erum að gera núna? Þess vegna við settum upp þetta rauðaborð því það vantar samtali í samfélagið, það sem eitthvað vit í því vegna þess að frétta umhverfi og venjulega samfélag sem maður myndi ætti að halda vitrænu samfélagi, við bara eitthvað mistum það. Umræðan nefnilega ekki eitthvað sem einhver getur bara búið skapað í kringu sjálfa sig. Þetta þarf að vera eitthvað svona þroski í samfélaginu sem að ásista og ég hugsa oft til þess þegar að vera að segja við eigum svo ómögulega skóla. Ef við skoðum bara í alþjóðlegum samanburði og bara hvernig hlutinni gætu verið, hvernig stjórnmálamenn eigum við, hvernig banka eigum við, hvernig matvælafyrirtæki eigum við, hvernig bensínstöðvar eigum við. Ef þú horfir í gegnum íslenskt samfélag þá standa stöð spjótin og kennurum frá hinum og þessum sem oft starfa fyrir eitthvað sem að svona í stóra samhenginu er miklu meira prumpheldur en nokkuð tíma skóladinn okkar. Þannig að það ég gef ekki 5 fyrir það að skólarnir sé einhvern veginn verri heldur en samfélagi verðskuldar. Ég held að séu betri ef eitthvað er og ég held til dæmis og ég bara veit ekki hvort við eigum gögnin en ég veit á mjög mikilvægum þáttum eru skólarnir að gera alveg stórkostlega vel. Það sem er ekki að ganga nógu vel yfirflutningur tungumálsins, talas og ritas íslensk máls yfir á næstu kynslu eftir. Þetta búið að vera trendið síðan 1970 eitthvað frá því að farið var að mæla það. Tíma varð hik í því að þetta dvínaði vegna þess að mjög mikið af krökkum lásu dagblöð. Myndasögurnar hægðu á sig tímabundið, Harry Potter hægðu á sig tímabundið, en straumur hefur alltaf legið niður á við. Að yngra fólk hefur
minni orðaforða og minna læsi á tungumálið sem að tala var áður. En það er eðlilegt. Ég meina, það hljómar bara eins og það sé óhjákvæmilegt vegna þess að það eru orðfæri og orð sem að bara hverfa úr málinu sem að við höfum ekkert að gera með en það kemur eitthvað annað í staðinn og þó svo að kannski 25% af orðaforða mínum sé á ensku að þá lifi ég í stærri hugmyndaheimi heldur en sá sem að talaði gullaldar íslensku 1940. Og þar eru krakkarnir okkar núna að einhverju leyti. Í eðlilegu samfélagi þegar allt bara gengur eins og samfélag þróast þá kemur fram einhverju Megas eða Einar Már eða Guðrún Helgadóttir eða einhver og endur skapar tungumáli fyrir nýja kynslóð í landinu eða ræðst á heilagar kýr og slátraðum frammi fyrir alþjóð. Það er þannig sem að og þegar þú lest dagblöð frá 1960 þá kímiru vegna þess að það er uppskrúfað og upphafið tungumál sem þar skrifað vegna þess að það skortir þessa straumlínu lögun sem tungumáli síðan hefur fengið á sig vegna þess að fólk var alltaf uppfullt af ritmálinu sínu. Það tungumál þarf að endurskapa með hverri kynslóð. Okkur hefur mistekist að endurskapa á öllum prófum sama hvort við værum að prófa þekkingu krakkan á tölvuleikjum. Ef við gerum það á íslensku ritmáli þá munum við koma verr út heldur en gerði fyrir 10 árum eða 20 eða 30. En þetta er núna að gerast býsna hratt og þetta er áhyggjuefni vegna þess að tungumálið er líka þræðirnir sem að vefa þig inn í samfélagi sem þú tilheyrir. Og ef að ungt fólk upplifir að það tilheyrir ekki samfélaginu okkar, þá er allt þetta tal hvernig fólk er aðgreina sig í ólík hverfi og hvernig samfélagi er svona trosna í sundur í þessum sameiginlegu þráðum, þá er það allt í stórhættu vegna þess að einstaklingshyggjan verður þá miklu meiri heldur hún er þó núna og er býsna mikil í dag. Þannig að tungumáli, við þurfum að flytja tungumálið til nýrra Íslendinga. Og það er mikilvægt og aðkallandi vegna þess að það er raunverulega samfélagið, við byggjum samfélag okkur á tungumálinu. En skólinn mun aldrei geta gert það einn vegna þess að skólinn getur bara látið fá verkfærin sem þú beitir síðan. Og fólk sem skammar skóla fyrir að kenna barninu sín ekki að lesa hversu marga bækur heldur þú að þetta fólk hafi keypt fyrir barnið sitt og barnið hafi raunverulega lesið það? Í flestu tilfellum engar. Það er miklu frekar keypt V-Bucks til að nota í tölvuleik heldur en eða skó eða ylvasklas. Vegna þess einfallega að það hefur mistekist. Þú segir alltaf bækur. Það sem að krakkarnir, það sem ég les er bara, ég held að það sé bara 98% nægi út úr þessari vél hér. Já. Þetta er bara glugginn minn út í heiminn. Þetta er bókasafnið mitt. Þetta er, þegar ég var barn, þetta er Sólheima bókasafnið og þetta er bara allt sem ég lesi þarna gegn. En þú ert alltaf að tala um að tala um bækur. Það er það sem að gagnrýnendur skólana einblína á. Það er þessi hefðbundni lestur íslenskra ungmenna og hvernig honum sé ekki sinnt. Ég veit að mín eigin reynslu ef ég er bara í skjánum og ef ég les aldrei bók að þá bara hægt og bítandi þá minnkar athyglisspannið mitt. Að ég verð ófærari að lesa bók af því að maður þarf að æfa það og það er tiltekin lestur sem að leiði til tiltekinar hugsunar sem að ef að ég viðheld henn ekki að þá verð ég bara heimskur. Og flestir miklu fleiri núna lesa með eyrunum heldur en augunum. Það er mjög mikið. Það er munur þar á. Það er þessi einbeiting við lesturinn sem að ég held að séu hollt öllum einstaklingum að æfa bara eins og fara í ræktina. Og ég get bara sagt þér það að 15-16 ára krakkar sem eru svona að komast í gegnum svona fyrstu skref gelgjunar og er ekki alveg svona pínulítið farin að bara hugsa hver vil ég vera, ekki bara ég vil vera eins og allir aðrir. Þau eru fullkomlega meðvituð um þetta. Þau eru fullkomlega meðvituð um það að það er svona blanda fortíðarþrá og bara þessari heilbrigðu skynsemi að þau átta sig á því að þau vilja geta sögt sér í eitthvað eða og við til dæmis eitt af því sem við gerum of lítið af
að leiða ungmenni í gegnum það hvernig þau geta náð valdi við tækninni í staðinn fyrir að verða bara valdi tækninar og í staðinn beitum við töfralausnum eins og það að banna síma í skólum og höldum að það gera eitthvað þegar eina sem það gerir að ýta vandanum bara heim og það verður til svona undirferðlið samfélag inn í skólunum þar sem að krakkarnir að senda snabbt á klósettinu. Þannig að það til dæmis eitt af því sem við fullorðið fólk höfum vanrækt að gera að okkar máli ásamt krökkunum. Við bara segjum þetta kemur okkur ekki við, það kemur skólum ekki við, hvernig krakkar nota símar bara ekkert heima í sama samhengi og menntun og við ætlum þú henda okkur á því. Díli bara við það sjálf. Þetta er til dæmis röng nálgun. En ef mikilvæg þess að tungumáli flytjist á milli kynslóða meðal annars að þetta er vefurinn sem við byggjum samfélagið okkar upp úr. Þú nefndir áðan að það væri erfitt að finna orðið vettvang til vitrænnar umræðu sem bendir til þess að samfélagið sé leysast upp. Þegar þú varst að tala áhrif manna á íslenskuna, Megas til dæmis, að þá var það bara rætt víða samfélagið. Það getur vel verið að einhver Megas í dag, hann bara breyki ekki og við vitum ekki af sköpunans vegna þess að það er ekki viljinn til þess að taka slíkt til umræðu. Rifjaðist upp fyrir mér að man ekki hvernig .com kom út, ætli það ekki verið svona bara 74, 75 eða eitthvað. Þá man ég eftir það var þáttur á RÚV, það sem að var bara rutt dagskráin til þess að fá Pétur í settið og sátt með einhverjum eldri bókmenntafræðingum og var verið að ræða það hvernig nútíminn kom inn í íslenska bókmenntir. Og þú manst það líklega, þú last bókina, ég veit ekki hvað sétu yngri ég, að það er bara hvernig orðfærið og það er bara allt í einu kemur bara nýr heimur, bara nýr nútími inn í íslenska bókmenntir með þeirri bók, eins og gerist stundum. Að RÚV ruddi bara settið og það var bara verið að ræða þetta sérstaklega sem stór tíðindi í íslenskri menningu, þessi bók. Ég sé ekki, þú veist, þessa vökulu umræðu samfélagið. Ég sé hana bara varla. Þú veist, ég sé hana varla. Nei, við þurfum, sami andi auðvitað einhver leyti til staðar, en við erum dálítið svona vörumerkja miðuð að segja að ef þú ert manneskja sem er umhugað samfélagslegt réttlæti þá bara færð á færibandi málefnin til að styðja við. Bara það getur verið Palestína í dag eða Black Lives Matter eða hvað sem það er, að það komum bara svona færibandi málstaðir sem að þú bindur þitt trúss við og þar með færðu útrás fyrir þessa persónulegu tjáningu þinna gilda og svo hæft vandlætingu þína og svo verða til einhverju andstæðingar eins og til dæmis tók yfir Twitter með eftirlunum hætti líka á Íslandi. Það var alveg stórkostlegt að fylgjast með því þegar hægrið fór að færa sig yfir á Twitter og þú var að þar að tala uppátt og keyptu það bara. Já, Musk keypti það, en svo meira þess að íslenskir hægri menn fóru að fara inn bara til þess að uppfylla einhvern spádóm málfrelsið þarna inn eða hvað sem það var að við erum kannski bara of upptekin í því að svona merkimiða samfélagsbreytingum. Það bara við tökum afstöðu með á móti þessu máli, það getur verið málefni sem að mörg þúsund kílómetrar út í heimi og við erum að taka stöðu gegn því. Sama þetta gerðist á Íslandi. Ég meina hér voru læti út af innrásinni í Tékkóslóvakíu og fólk hreifst, voru trotskískar eða stalinistar eða hvað sem var. Ég held að þetta byrjar alltaf svona. En á einhverjum tímapunkti... En ekkert að gera lítið úr því að fólk taki afstöðu til þess að vera íbúi á þessari jörð. Nei, það sem ég er að segja er það að á einhverjum tímapunkti vantar inn í breytuna að þú látir samfélagið þig varða og finnst það skipta máli hvað verður annað fólk í samfélagi sem þú tilheyrir og svo barátta, hún er vissulega núti líka. Við erum með fullt af fólki sem er að berjast fyrir réttlæti í samfélaginu og taka undir með lítilmagnanum, en hún er til dæmis ekki mjög sýnileg á Alþingi. Hún er ekki mjög sýnileg í umræðuþáttum fyrir forsetakosningar eða það vantar einhvern veginn trúna á það að það sé mjög mikilvægt að gera breytingar og beita þeim verkfærum til þeirra breytinga. Pólitíkin einhver leyti stöðnuð og ég hef á tilfinningunni, ég hef ekkert fyrir mér nema tilfinningu í því að við gætum verið að keyra inn í svipaðan áratug eins og 8. áratuginn aftur,
þá fáum við Vestmannaeyjar gosið, svo fáum við svona hálfgert efnahags ástand. Við erum með Víetnamstríðið í Gaza. Já, við erum með Gaza, já, við erum með það þar. Það var þungt efnahagslegt högg fyrir samfélagi þegar heima í þetta yfirgefa hana og það þungt. Grindavík er það sama aftur núna. Stjórnmálin virka máttlaus og máttvana við að taka á því, ákveðnir flokkar bara svona deyjandi. Gylfi var hérna búinn að teima sinn alþýðuflokk eins langt og hægt var og hann var svona pilsnerfylgi, það hugtakið pilsnerfylgi orðið til þessum tíma. Og þá kemur Vilmundur eða einhver kemur svona eitthvað svona eldibrandar inn í pólitíkina og þá má alveg búast við því að það veri svona áfram eitthvað hnignunarskeiði pólitískt núna í kannski einhver misseri viðbót og svo kemur einhver sprenging, eitthvað róttækni jafnvel, eitthvað og svo brennir það mjög hratt út og við fáum svona íhaldskólfa aftur til valda í samfélaginu. Þannig ég geti trú að þessi áratugur verði spegilmynd 8. áratugarins. Herðu, en eitt sem að því að við erum að ræða umræðu í samfélaginu, það kemur stundum að því að við setjum enda auðvitað borð og erum að ræða mikið, þá kemur oft svona hugmyndum það að við Íslendingar að því að sumuleyti erum við að tala það að við erum ekki sérlega góð í því að greina vandamálan. Ég að halda því fram að hafi verið svona eiginlega hálfgjört menningarstríði í kringum menntunina lengi en hafi ekki gosið upp nema sem einhver svona átökum vald yfir kerfinu og svo hins vegar kannski einhverju tillingaskýts umræða svona einstök mál að við séum ekki sérlega góð og þú kannast við það sem að Laxness sagði að okkur hætti til þess að gleyma okkur strax í einhverju smáatriði og nú komist aldrei að kjarnamálsins. Að það hefur stundum verið rætt það að fólk hefur sagt að ég menna þegar ég bjó í Frakklandi að þá virtist fólk geta verið að ræða hluti án þess að taka allt persónulega. Ef að þú ert með einhver aðra skoðun en ég þá móðgast ekki við því, við leita ekki þessum persónulega höfnun að þú yrðir að vera saman með öllu leiti að það þessi einhver svona vanþroski í því hvernig Íslendingar ræða saman. Þetta ætti náttúrulega verið eitt af hlutverkum skólans að þjálfa börn í því að ræða málin, ræða hlutina, bera virðingu fyrir skoðunum annara, eflaðu í því að vera með skoðun kannski eða álit án þess að þurfa að fá samþykki bekkjarins fyrir því. Hvernig stendur skólans í þessu? Ég held að við séum við erum kannski svona meðalþjóð í þessu held ég, í Japan gerur þetta til dæmis ekki, þú tekst ekki á, ef þú segir eitthvað, það bara meiri háttar dónaskapur að gera og svo eru Frakkarnir alveg hinum ástum við erum stöðar hann á milli. En skólinn, sérstaklega svona hinn vestræni skóli, þetta eitt af stóru vandamálunum, tel ég og það frábær bók eftir, man ekki hvort það var Lippmann, hún heitir Thinking in Education. Hún kom út fyrir talsvert lengur síðan sem benti á hvernig í raun og veru börn virðast læra næstum hvað sem fyrstu árin bara af einlægum innri áhuga. Þau byrja að ganga og þau byrja að skoða og þau detta á bossan og þau klemma sig og svo byrja þau í skóla og þetta bandarísk bók þannig að þau miða við að þau byrja ekki í skóla fyrir 6 ára en leikskólinu þetta hér og svo bara eins og sogað úr þeim einhver svona lífsánægja bara nokkrum árum seinna eru ekki hægt að þekkja þessi börn fyrir sömum börn þau hafa ekki lengur neina sérstaklega unun af því að læra og þvert á móti bara skólinn að einhver leyti kannski í lagi svona sem staði sem þú hitti viniðina félaga en mest að pína öðru leyti og hann benti á þetta að sagði skýringin á þessu svo að gæti verið þessi að kennarar séu haldnir algengum ranghugmyndum hvað fagmennska fel í sér. Að fagmennska fel alltaf í sér skipulag, mælingar og árangur eftir einhver svona línulegu ferli og að kennurum finnst þeir vera að svíkjast ef að það fær of mikið svona lífrænt starf eiga sér stað í skólanum þar sem börnin eru bara að uppgötva og rannsaka og hann bendir alveg tala sérstaklega þetta að það þarf til dæmis að takast á við erfiðar hugmyndir eins og ofbeldi og ýmsar svona kjarnahugmyndir sem þú ferð ekki í gegnum samfélagans að vera meðvitaður og taka afstöðu til. Það þarf að leyfa börnum sem hugsandi verum að takast á það og það þýðir þá að við megum ekki bara segja við börn ofbeldi vont. Það má ekki taka frá má ekki stela, má ekki reglur upp á vegg og allir vondir. Heldur þarftu að geta gerði að hann bendir á að ein leiðin svo
að leyfa börnunum að hugsa þessa hluti og tjá sig þá og þora að vera með umræður í skólastofum sem að jafnvel fara á staði sem að maður fær alveg bara kalt vatn milli skins og hörunds þegar einhver ætla bara að fara að taka afstöðu með og segja bara allt í lagi að sterkari taki eða bara ég styð Ísrael hérna og krakki þarna í stólnum með frá Palestínu og þannig að skólar séu alltof hræddir við því að leyfa viðkomum málum að koma upp á borð og vantreyst í raun og veru börnum sem vitsmunaverum í því að með aðstoð kennara geti leitt það að vitsmunalegri niðurstöðu sem ekki hættuleg. Þannig í staðinn fyrir að skólinn sé staður þar sem að börn fá leirklessu og fá að laga úr því eitthvað listaverk sem svo með tímanum verður flottara, þá skólinn staður þar sem þú færð alltaf full eldaðar hugmyndir sem jafnvel að fara í gegnum aldaþróun og þú fær loka afurðin á borðið og þú skalt læra hana og þannig virkar bara ekki mannsheilinn. Og ég bara eftir því sem tími liður verði ég alltaf sannfærður að þetta er hárrétt gagnrýni á menntakerfið. Að skólinn ekki staður þar sem börn fá að vinna nógu mikið með hráefnið og hugsa og tjá og tala og það of mikið verið að leggja á borðið endanlegar afurðir af einhverju sem börnin voru ekki þátttakendur í að skapa og bara segja þeim að svona hlutin að vera. Þannig ég held sér rétt í þar. Ég held að þarna sé eitt stærsta sóknarfæri til að breyta skólum og þá þarf að takast á við þessa hugmyndum fagmennskuna því að fagmennsku hugmyndum... Það er líka að takast á við alla siðkvata þessa lands sem að myndu hafna þessu. Af því að þeir telja að vera eina hlutverk hérna skólans að framleiða þessar tilbúnu kökur og láta börnin borða þær. Já, en slagurinn við siðkvata landsins það ekki slagur sem ég óttast. Hitt það sem ég óttast miklu meira það að kennarar þori að taka sér annar hlutverk en þeir eru vanir og þori að leyfa átti sig á því að leið okkar að þroska og leið okkar að viti ekki vörðuð tómum sigrum. Manneskja verður til úr alls konar samtíningi ákveðnum aldrei varst þú ábyggilega og ég var þannig í uppreisn og svona var að rífandi kjaft og Guðbergur sagði eins og misskilningurinn upp af alls skilnings. Mér finnst þetta gott að maður þarf ekki að vera of vandur af því hvernig maður baslast í gegnum þetta að maður byggir þetta líka á svona einhverju ferði í gennum misskilningin. Frábært kvót og lýsir þessu vel og það er sama með menntun að hún verður til og þess vegna svo frábært að við skulum eiga heilt skólastig leikskólans sem bara hefur hingað til en er í erfiðleikum núna að standa vörð það að líta svo á það sé raunveruleg að frjálsleikur sé eitthvað sem er þroskandi og það besta í raun og veru sem að þú getur gert við börn á aldrinum 2 til 6 ára. Það að leyfa þeim að vera í sjálfstýrðum leyfa að takast á við hlutina sjálf, rannsaka heiminn upp á eigin spýtur og þá koma fram gagnrýnendur og segja þarftu virkilega háskólanám til þess að horfa börn vera að leika sér og þá komin þessi fagmennsku hugmynd að þú getur raun aldrei verið fagmanniski nema að setja strengjabrúðu meistari. Sem er akkurat öfugt Akkurat. Ja, það verður þetta búa til svoleiðiskennara bara á einhverju sumarnámskeiði. En það því vorum að tala svona tíman í þessu að einhvern tímann heyrði ég sagt að það væri mikil guðsblessun á Íslandi að leikskólanir hefur orðið til í þessu gati sem að var svona hugmyndur menntun, svona kannski á 7. og 8. áratugnum að þeir sluppi gegn þar og þess vegna eru þeir sömuleyti betri á Íslandi í samanburði við leikskóla í öðrum löndum vegna þess að þeir sluppu bara inn á góðum tíma. Örugglega rétt og þeir eru alveg við erum með einhverja bestu leikskóla í heimi, það er ekki nokkuð spurning. Þeir það gengdu á einhverju leyti þessu hlutverki að tryggja það að mæður getur farið út á vinnumarkað og það var í félagslegu stað til að taka við börnunum en svo hefur hann fengið að þróast upp úr þessum hugmyndum sem þarna kom upp á þessum tíma það að jáfnvel þó sett lítil manneskja þá fylgir því ekki fyrir þeir skuli borin lítil virðing heldur að þú ert ekki barn til að verða fullorðin og þú ert ekki leikskóla til að fara í leikskólinn. Barn er ekki kölluð fullorðin. Nei, lífið sjálft bara lífið á hverjum þeim tímapunkti sem það og það að bera virðingu fyrir því
og svo hugmyndafræði er mjög dýrmæt og hún er eftirsóknarverð mjög víð annars staðar þessi litið er á leikskóla sem hálfgera bara geymslur fyrir börn. Og kannski í andaði sem hún sagði áðan að hvernig við erum að meta verðmæti þess sem við höfum búið til, að skoða hvernig við höfum búið til skólakerfi í samanburði hvernig við höfum búið til eitthvað annað, að þá er kannski eins og leikskólinn er eitthvað sem við ættum að horfa á að það er eitthvað stórkostlegt sem okkur tókst að búa til, sem er miklu betra heldur en sjóva og vís og TM eða hvað sem er alltaf verið að kenna okkur að við að tíkna einhvern veginn sem eitthvað stórkostlegar félagslegar heildir sko. Við höfum miklu betri leikskóla en banka. Já, herðu, Ragnar, gaman að fá þig hingað að spjalla skólamál vítt og breitt og við munum halda þessu samtali áfram. Bara gaman að koma, takk fyrir mig. En ég sita eftir og reyni að skilja þennan heim sem við lifum í samfélagið og kannski mig sjálfan í leiðinni næst í kafli eftir augnablik. 60% Eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig er hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is